Ég ætla í lokin að hrósa hérna, ég held að sko umræða leikskóla Reykjavíkurborgar nú yfirleitt sko í neikvæðari kantinu og það ekki út af leikskólanum sjálfur, heldur út af kerfinu sem slíku og þeirri staðreind að erfitt að fá pláss og svo framvegis. Það auðvitað ekki við sjálfa leikskólana að sakast. Það eru bæði léleg laun fyrir þetta frábæra starfsfólk sem að þar og kannski fá pláss sem að stjórnmálamenn hafa ítrekkað í kosningum eftir kosningum lofa það bæta úr. En það ber að minnast á það að leikskólanir sjálfur eru margir hverjir algjörlega til fyrirmyndar og í morgunni mitt þá var erfiður morgun heima fyrir eins og stundum þegar maður með marga krakka á tveir strákar sem voru að rífast og öskra og garga og pappinn var orðinn vel pirraður og þetta var eiginlega búið að eyðileggja fyrir mig daginn. Svo fór ég í leikskólan með reyndar og svo kom ég aftur þetta að því ég gleymdi pollagalanum þá keyrði ég aðra ferð og það var svona rólegt í leikskólanum og hitti ég eina fóstruna. Hún kemur fram og segir, mér langar bara svo að segja við þig, hann svo yndislegur drengurinn og það svo allett hvað hann og kemur bara með eitthvað svona hlýjor sem að björguðu bara deginu mín. Algjörlega björguðu deginu mín. Og það í þessum leikskóla þar sem ég Álftaborg, bara, þetta svo gjörsamlega til fyrirmyndar og starfsfólki svo frábært og allur aðbúnaður til fyrirmyndar. Þetta breytir öll. Og eins og ég segi, ég keyrði hingað eftir þetta og hugsaði bara, vá, hvað ein svona manneskja í leikskólanum getur bara bjarga degi manns með réttum orðum að morgni. Já. Það ótrúlegt. Það ótrúlegt. Og já, ég verð að hrósa þeim og bara Ég verð bara að segja, þetta mikilvægasta starf bara af öllum. Já, þetta eru börnin okkar sem okkur þykir ekki vænna neitt meira heldur börnin okkar. Ákvæmlega. Og þetta fólki sem með þá allt í 8 klukkutíma á dag. Börnin. Hvað getur verið mikilvægara það? Ekki neitt. Ekki lögmaðurinn eða Ég myndi segja stutt á eftir fylgja þeir sem sinna öldruðum. Einmitt. Þeir að sinna gamla ömmum okkar afa okkur sjálfum í framtíðinni. Og hvernig eru launin hjá þessu fólki? Þau eru ekki í takti við mikilvægið. Það alveg á hreinu. Og hlutfallið, hvað þetta mikið konur, afgerandi. Þannig að þetta það sem kallast kvennastéttir. Þannig að það var þetta að leysa ýmislegt ef Reykjavíkurborg myndi hækka launin hjá þessu fólki. Einmitt. Þá erum við að tala kynbundin launamun, en sá launamun yfirleitt ekki bundin á milli, það ekki kona sem fær greitt minna heldur en kall fyrir sama starf, en það þessar ákveðin störf sem fá greitt minna heldur en þau eru virði. Og það einmitt hægt að leiðrétta heilmikið með því að einmitt að láta þessar kvennastéttir, eins og þú segir, fá vænlega launahækkun, ríflega launahækkun myndi ég að segja. Því að mikilvægi þessar starfa algjörlega óumdeilt. Algjörlega. Þannig að þetta svona low hanging fruit. Ef þú ert vera stjórnmálamaður sem vill láta gott að leiða og gera eitthvað rétt, þá það þetta. Það að berjast fyrir því að það séu hækkuð laun og hætta einhverju öðru bruðli þá í staðinn að nóga því í Reykjavík. Vel nóg sko. Já, og hækka laun leikskóla starfsmanna, grunnskóla starfsmanna líka. Þannig að, já, þetta skrítið einhvern veginn að það eru atvinnu stjórnmálamenn sem eru búin að þrærast í þessu lengi, kannski búin að vera í mörg ár í stjórnmálum og það getur rullast þess að koma þessu í gegn. Já, og búin að lofa því allan tíman. Já, það ætla að gera það. Kostningar eftir kostning. Já. Þannig að, Þetta var byggjast. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe á YouTube-rásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd, þá ferðu inn á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.